Læknirinn segir að þetta nú ekki allt í lagi og ég náttúrulega fæ áfall eins og allir gera sem fá greiningu og ég held að muni allir eftir því þegar læknirinn segir niðurstöðurnar komnar og þú ert með krabbamein. Þetta hefur náttúrulega verið svona tími sem eru stundum erfitt en við höfum bara trúa á þetta hjónin og að margir sem að greinast að þeir segja við læknin sko taktu þetta, fjallaðu þetta, ég vil bara vera laus við þetta. Og árið seinna þegar þeir finna að þeir hafa farið í meðferð og þurftu þess kannski ekki að þá kemur í ljós þessar afleiðingar og þá segja menn ég vildi nú kannski að ég hefði aðeins skoðað málið og ég hef talað við marga menn sem að einmitt hafa þessa eftirsjá og það þess vegna sem ég að segja við menn að þeir eiga bara að taka þeir rólega, þetta hægfara sjúkdómur og það þarf ekkert að flýta sér. Mér var sagt að þú getur bara farið að pakka saman sko, ef þú ferð þessa leið. Þetta eru 14 ár núna, einmitt í febrúar síðan að ég greindist. Það er svo margt sem hefur áhrif á þetta PSA-gildi. Línuritið allavega mjög breytilegt og þessna skiptir svo miklu máli fyrir þá sem að fara í svona greiningu og fá PSA-mælingu og Gleason að taka ekki eina mælingu gilda, heldur láta skoða þetta aftur og fara aftur í blóðmælingu því að þetta er bara miklar sveiflur og það er svo margir þættir sem að geta haft áhrif á þetta. En það er eitt sem er ákveðið vandamál, þetta er alþjóðlegt vandamál, er það að menn taka ekkert mjög virkan þátt, menn, karlmenn, þeir taka ekkert mjög virkan þátt í svona stuðningshópum út heim. Og það er reynsla þeirra sem að tala hlutina, hvort sem að það er að fara í ráðgjafarþjónustuna, koma í viðræðuhópa, eða bara tala við vini sína, að þeim líður bara miklu betur. Svo er það líka það að menn vilja ekki aðrir viti. Það er mjög algengt í þessu tilfelli. Og menn segja jafnvel í sumum tilfellum sko, að þetta getur haft áhrif á starfið mitt. Þetta er bara feimnismál. Það á ekki að vera. Og hluti af þessu með því að opna umræðuna er að fá menn til að opna sig og segja frá því. Þú þarft ekki að hafa áhyggjur. Og það er svo komið í dag að það er talað um það að þeir sem að eru greinast sko, það sé jafnvel 93% lífslíkur sko. Þetta er hjá mér svona svipað eins og Vestmannaeyingur sko, þetta er fyrir og eftir gos og lífið hefur snúist aldrei mikið þetta fyrir eða eftir greiningu. Ég hef ekki viljað missa af þessu og ég held að þessi breyting okkar sko, svo að lifa bara jákvæðara og við njótum hvers dags og við förum í ferðalög af því maður veit aldrei hvernig morgundagurinn verður.